Það Viktor og ég með frumkvöðunum Unnur Svölu Vilhjálmsdóttir. Unnur Svala var í Versló, býr á Seltjarnarnesi með manninu sínum og barni og vinnur núna hjá Eimskip og viðskiptafræðingur. Unnur, hvernig var byrjunin af þessu og af hverju völdu súkkulaði? Já, við sem sagt vorum tókum þátt í frumkvöðla áfangarnir í Versló árið 2016 þar sem við fengum hugmyndum að búa til súkkulaði og það var bara mjög einföld ástæða. Við hugsuðum bara vöru þar sem allir að flestir okkar hefði á að borða eða neyta og þannig að við ákveðum að búa til súkkulaði þar sem markaður var stór en samt svona fókusur á svona lúxussúkkulaði, þannig að þar byrjaði það. Var eitthvað sem þið lærðuð í frumkvöðafræði áfangunum í Versló sem gerði þessa hugmynd framkvæmanlega? Já, við náttúrulega fengum stuðning í áfangunum þar sem við vorum bæði með kennara sem fylgdu svo vel eftir og studdu okkur og síðan voru líka mentorar frá öðrum fyrirtækjum sem komu og gáðu okkur til hugmyndir og en ég held að við höfum bara verið frekar sjálfstæðsamt í vinnubrögðum og bara einmitt haldið auðvitað á spjónum, þannig að Yes, Þið byrjuðu á Moon Chocolate en breyttu svo í Sölva Chocolate. Af hverju gerðuð þið það? Já, það er bara mjög góð spurning. Við sagt útskrifuðumst á Versló vorið 2016 og þá fengum við boðum að vorum hvött til að sækja við Startup Reykjavík sem er svona viðskiptahraða þar sem 10 fyrirtæki fá tækifæri í að taka þátt í og við vorum valin í þann hraðar af 200 fyrirtækjum og það fengum við ennþá rosalega mikla handleiðslu og marga mentora sem hjálpa okkur að móta hugmyndirnar frekar og það var mjög mikið rætt að kannski Moon Chocolate hafi verið svolítið of alþjóðlegt og kannski ekki með námið sérstaklega í Íslandi. Þannig að við fórum í frá svona brainstorm á nafni og vildum svo tengja okkur frekar við Norðurlöndin og svona Ísland, þannig að þá var það Sölva Chocolate fyrir valinu. Þið segið hágæða súkkulaði, hvað þýddi það fyrir ykkur? Er það bragðið, útlitið eða hvað? Já, einmitt. Hágæða súkkulaði, það vegna þess að við vorum að framleiða súkkulaði alveg frá bauninni, þannig að eins og ef við horfum á súkkulaði svona frá Nova Sirius, sem kannski flestir kannast þið, að það var það framleitt úr kakómassa, en það er framleitt úr bauninni sjálfri, sem að gera verkum að það erfiðara að þetta er svona lengri framleiðsla, en meira svona gæði fyrir vikið. Þannig að við vildum skera fram úr á markanum og á þessum tíma sem við vorum að framlega það var annað eina fyrirtæki sem var að gera svona vöru. Þannig að við vildum veita þeim smá samkeppni en vildum skara úr það því að vera með svona bíl og bara súkkulaði. Umbúðunar, hvernig var sú vinna? Fenguð þið hjálp við hönnuna? Sko, einn tíma okkar sem þetta er Áshildur sem er í dag nú rafmagnsverkfræðingur og grafískur hönnuður og hvað. En hún var með mjög mikið nýja fyrir svona hönnun. Þannig að hún bara rauninni bjó til pakningarnar bara sjálf í einhverju grafísku forriti og síðan létum við bara prenta út fyrir okkur umbúðunar. Þannig að hún Áshildur vann þetta bara frá grunni. Baunina koma frá Tansaníu, hvernig prófiði þær og voruð þið viss að gæðin voru góð? Já, það er líka bara ótrúlega góð spurning. Við fluttum þar inn frá Tansaníu og eins og þegar vorum við frumkvöðaáfangarnir í Versló þá alltaf voru svona að fara beint út úr sjóinu. Við pöntum þær á netinu og vorum búin að lesa mikið til baunina þar að það var svona fair trade og annað. Og við líka ræddum við Omnum sem höfðu verið að vinna með svona sambærilegar baunir og fengum að pröfa þeim þegar voru alltaf mjög hjálplegir og hjálpa okkur að ýmsar ákvarðanir, það ber alltaf reynslu.
Þannig að við svolítið bæði það bara notum internetið og tölum við það. En þetta var, já, en það tók alveg langan tíma vegna þess að það þurfti að flytja inn frá Afríku. Akkurat. 100% organic, erfitt að halda þeim staðli í framleiðslunni? Já, ég myndi segja það. Það bæði mjög erfitt og líka bara, þú veist, það það dýrara. Þetta dýrari vara, þetta en að köpa kakamassa og fleiri handtökum baka framleiðsluna og líka bara svo voru með svona liti í súkkulaðinu og þurftum að passa, þú veist, að öll hráefni væri organic, þannig að það tók klárlega meiri tíma að finna slíkt heldur en nota ekki organic, sko. Þið byrjuðu með Omnum, hvernig var það? Já, við reyninni bara heyrðum, ég sendi þeim bara línu þegar við vorum að byrja áfram verslun og þeir var stundum bara grútlegt að vera nokkuð að pröfa þessu. Þannig að þeir buðu okkur bara að koma einmitt út á Nes, þar sem að þeir voru með framleiðslu á sínum tíma í svona litlu húsnæði og bara einfaldlega hjálpa okkur að kennta okkur bara að búa til súkkulaði. Þannig að þeir voru nú bara alltaf mjög hjálplegir og hjálpa okkur að læra út allt saman. Svo fóruð þið í ykkar framleiðslu eða ekki? Jú, síðan fórum við eftir verslun tókum við þátt í Startup Reykjavík sem var alltaf hjálpa okkur mikið, fengum bæði fjármagn þaðan og reynslu. Og þá vorum við húsnæði Askaflöndinni þar sem við keyptum okkar eigin vélar og vorum að framleiða sjálfbúna. Þannig að þá gerðum við þetta bara okkar eigin. Já. Hvað var erfiðast í framleiðslunni og kom mest á óvart? Rauninni bara mikil vinna á bak við hverja súkkulaðiplötu, sko. Og já, þannig að það var bara, það var ekki svo að vera með eitthvað app eða eitthvað sem að þú bara setur eitthvað gang og þetta var mikið búl og mikil vinna, þannig að kannski kom mest á óvart þannig séð, en að það er miklu erfiðara að framleiða svona súkkulaði úr baun heldur en úr kakamassa. Við fórum eftir heimsótti Nóa Siriusum tíma og fengum eitt fóstverðan í heimsótt það til okkar og það var svona aðeins öðruvísi vinnubrögð og sérstaklega í stóru framleiðslu. Hvernig velduð þið bragðtegundirnar? Þeir voru svolítið bara svona, við minnir að við höfum gert könnun bara, sendt könnun bara út á Facebook þar sem við vorum bara að spyrja hvað, þú veist, brauð væri vinsölu. Við vorum með karmelu sem er alltaf mjög, algengt, við vorum með lakkrís, saltlakrís og síðan vorum við með hindberja og síðan vorum við bara með venjulegt súkkulaði, þannig við Björn vorum með könnun, já. Yes. Þið unnuð frumkvöðlakeppnina Junior Achievement, fóruð þið lengra með þetta til dæmis í alþjóðlega keppni? Já, þegar við unnum þá keppni á Íslandi þá fá allir sem vinna þá keppni boð í að fara í svona alþjóðlega keppni og við fórum til Sviss sama ár og svo kepptum henni og unnum eitthvað social media velun og síðan náttúrulega fengum við líka að taka þátt í þessum viðskiptaræðli á Íslandi sama sumar, þannig að við fengum alveg mikið út úr þessu. Hvernig fjármögnuðið þið ferlið og framleiðslan? Þetta er gild spurning. Við vorum með svona svokallaðan englafjárfestir sem að bæði og sem var sem var pabbi Ásvaldar sem var Peminu hans bara fjársterku aðili sem að bæði þá út við okkur húsnæði sem hann átti og fengu skuldabréf frá hann, síðan vorum við líka með svona Karuna Fund crowdfunding þar sem við vorum bara með heldum partí bara fyrir vini okkar og vindamenn og alls konar fólk sem bara með því að kaupa sér aðgang í partí það var styrkja okkur, þannig að vorum líka með þannig. Já, þannig að það var englafjárfestir og síðan svona crowdfunding. Sölva til í dag? Já, við seldum fyrirtæki áfram til aðila sem átti svona matreiðslu eða matvæla
átti Reykjavík Street Food og fleiri svona matvælafyrirtæki sem hann keypti vélarnar af okkur og slíkt. Og var eitthvað tímabil að framleiða þetta en hann fór svo sem aldrei eitthvað svona almennilega í gang með framleiðsluna eins og við vildum. En hann keypti sem sagt eignir af okkur, alla vélar og keypti líka þá brandið. En það ekki til í dag sko. Í meðri. En startupið dýrt að byrja svona? Sko ekki þegar hann byrjaði byrjun, það keyptum við bara einhverja ömurlega vél sem kostaði ekki mikið pening. Kannski 50 skall eitthvað, en ef það ætlar að gera einhverju, það ætlar að framleiða einhverju viti þá þarftu að kaupa vélar sem alveg $500,000 sko. Og eins og þarna vorum við bara mjög fjarstækan að fengum bæði það húsnæði frítt og annars sko, en við bara að segja að ekki geta gert það. Yes, ok, takk fyrir Unnur Svala. Sömuleiðis.